bílanaust.is. Komið sæl, byrjum hér að skoða gervitónleimynd en hún var tekin í dag. Við sjáum hér móta fyrir lægðinni sem olli þó nokkrum usla í dag í veðrinu en við sjáum hana betur á Norður Atlantshafinu, miðjan hér suður af okkur. Það búið að vera stormur með suðurströndinu og talsverð úrkoma í þessu allvíða land, bæði slitta, snjókoma og rigning. En þegar við horfum hér fram á við þá sjáum við að lægðamenn fer til norðausturs við það snýst í norðlæga átt hjá okkur, dregur úr úrkominni og vindinum og svo sjáum við á miðvikudaginn þá kemur hér hæðarhryggur yfir landi að dregur verulega úr vindinum og styttir jafnvel upp en síðan kemur næsta lægð hér á fimmtudaginn. Á hitasviðinu þá hlýnaði þess hjá okkur allra syðst og hitinn fór upp í 5 stig á Hvammi en þessi hitatunga hún að fara frekar fljótt fram hjá okkur og þegar það snýst yfir í norðlæga áttina þá kaldara loft úr norðri að koma til okkar og kólnar verulega á annað kvöld og miðvikudaginn en síðan á fimmtudaginn þá sjáum við hér og það hlý tunga sem kemur á ný til okkar og úrkoman breytist aftur yfir í slitu jafnvel rigningu sunnan til. Og hér sjáum við í kvöld það viðvaranir í gildi mest allt landið. Hún dattin út núna viðvarin sem var á Suðurlandi vegna hríðar. Það hefur ekki verið viðvarin á Breiðafirði en allstaðar annars staðar hríðar viðvaranir enn í gildi og hér á Suðausturlandi þá það vindur en hann búinn að vera einna mestur þar. Síðan þegar við horfum fram á kvöld þá draga úr úrkominni og vindinum hér sunnan til þá detta viðvarannar út og í nótt og detta ein af annari út hér fyrir norðan. Þegar við sjáum að dregur úr bæði úrkominni og vindinum og í fyrramálið þá standa hér 2 eftir á Austurlandi. Það Austurlandaglettingi og Austfirðir sem með hríðaviðvörun í fyrramálið og fram eftir morgni. En sjáðu að það ekki búið að stytta upp og gæti alveg verið erfitt á fjallvegum en hér sunnan til þá þetta orðið þurrt veður og mun hægari vindur og þegar við horfum fram eftir degi þá sjáum við þessa viðvarani hér austast detta út fyrir hádegi. Hér sunnan til þá útlit fyrir að myndir smá lægðarbóla með suðurströndinni að snjókoma í þessu. Ákveðin óvissa hvar hún nákvæmlega lendir eða hvort hún bara hreinlega haldi sig fjarr okkur en fylgjumst með þessu og búumst jafnvel við því. En á morgun hitatölurnar og undir frostmarki það svona einkum allra syðst sem kólnar og síðan þegar við horfum fram til kvölds leysist þessi lægðarbóla hér allra syðst upp. Og síðan hér smá strengur með austurströndinni áfram á miðvikudaginn, bætir aðeins í hann jafnvel. Við sjáum að þetta svona 13 til 20 þar, annars staðar mun hægari vindur og víða þurrt veður. Sjáum hér smá skil eða smá úrkombakka hér við vesturströndina. Ekki útlit fyrir að hann komi inn á land eins og staðan núna. Sjáum hér það búið að herða á frosti allvíða, möguleiki að ná samt upp í 0 gráðurnar hér allra syðst. Og síðan á miðvikudaginn kemur næsta lægð til okkar, byrja með alveg hressilegri snjókomu og vindi hér suðvestan til en breytir síðan yfir í slyddu og rigningu, koma þessi skil síðan yfir allt landið. Fylgjumst vel með þessu. Það ákveðin óvissa á föstudaginn þegar lægðin að fara framhjá og snýst yfir í norðlæga átt, það að kólna aftur og víða nokkur úrkoma í þessu. En í Evrópu þá lægðin sem stjórnar veðrinu hjá okkur, hún líka að dynja hér á Noregi. Það þó rigning þar á láglendi, hún hefur einnig áhrif á Bretlandseyjum. Annars það frekar lítið að vera í Evrópu. Það skúrir smá þrumuður hér suðaustan til og talsvert lítið að vera á Íberíu líka. Það þó meira að vera á Kanaríeyjum en þar sjáum við að það þrumuður og þó nokkur úrkoma í þessu. Sjáum það lægðamiðar sem komin upp að eyjunum, svona heldur óvenjulegt, hitatölurnar svona 15 til 20. Hitabylgja hér sunnan til í Bandaríkjunum og jafnvel yfir 30 stig víða búið að halda áfram frá því síðustu viku, ekki búið enn. En þegar við förum aðeins norðar þá frosttölur í Kanada, það lægð við
vesturströndina með rigningu, einnig lagið hér allra austast í Kanada. En hjá okkur það eru viðvaranir mest all land vegna hríðarveðurs, skárnings og lélegs ferðaaðstæðna núna fram á nótt og síðustu viðvaranir renna út allra austast upp úr hádegi á morgun. Við segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir og verið sæl.